Ná, getur við. Hvað glas viltu? Viltu kaffi? Eða viltu sódavatn? Alls ekki sódavatn, þá er ég frekar kaffi. Eða viltu vatn? Æ, bara Þú mátt hafa síman í gangi og taka síman í podcastinu. Er það? Já, auðvitað. Ok. Ég hefði nefnilega viljað kynna fólki fyrir til dæmis. Þú mátt vera með síman og alveg bara allt. Næ, ekki Og það má ekki tala um pólitík. Pólitík. Mér finnst það bara ætti að vera bannað almennt. In California, they have launched a brilliant service called Brutal Cleaning. Here's 5 reasons why buying a costume from us. You want to get arrested? Þetta er það sem er svo skemmtilegt. Á ég ná í kaffi eða viltu vatn? Æ, komdu bara með kaffi. Hvernig kaffi viltu? Þetta er nefnilega orðið svo flókið í líf. Ég veit. Hvernig vatn viltu, hvernig kaffi viltu? Viltu espresso? Já, ég vil bara gott kaffi. Þú veist sem það er bragðir af, Já. en ég er ekki beint espresso. Hafa þetta bara Svona með... lungo heitir hann, lungo. Lungo, mér finnst það, fyrir lungun. Lungo, fyrir lungun. Já. Viltu með mjólk? Eða? Já, þú veist, rjóma náttúrulega að vera til, en... Þú eru svo miklu kommunist, það vil ekki það rjóma. Nú, er það flækt inn í kommunisma? Ég var ekki alveg með þetta. Hérna er ég að setja á þessa tíðinni sem hefur mikil áhrif á taugakerfið og líðan. Og meðan hún, ef þetta er að vera að taka þetta upp, þá meðan hún er í kaffi, þá hlustu á þetta. Hasar, með grimma og snar. 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 Þeir eru farnir að lækna krabbamein með svona tíðinum sem að þurfa þá náttúrulega sjálfsögðu að passa við þá tegund, svo þetta er alls konar tíðinir sem að boðið er upp á. Þetta er 444 hertz og ef maður setur síman á hökuna þá ferðast þetta milli eyrnanna þína. Þú verður að fara í þessu hertz til að breyta lífinu þínu. Að fara inn í þann að hlusta á tíðinir. Skilurðu, þetta er alveg vítal. Þú veist, það er allskyns. Þetta er 939 hertz. Þetta er fyrir sníkjudýr. Því að þeir eru farnir að lækna krabbamein með svona tíðinum. Þetta er hátíðinni. Sem sagt, þetta er einhver sérstök tíðni sem að er nú 1.000.000 ára gömul. Og þeir nota, sem sagt, að setja bara svona tíðinni á, já, einmitt. Það verður, í framtíðinu verður ekkert inngrip. Nei, alls ekki. Þú veist, nú eru náttúrulega laser og gera bara bröt og gera aðgerðir. Það verður ekki snertur líka með eitthvað dóti. Nei, ekki séns. Algjörlega rétt hjá þér. Og það er alltaf, fólk er að fara í hnéaðgerðir og axlaaðgerðir og ég var á hestamannaballi, veislustjóri og það gat bara enginn staðið upp. Þeir voru nýkonni aðgerð þarna og allt þetta er læknanlegt án þess að setja eitthvað stál eða járn í líkamann
kannski ekki alveg strax af því að það þarf meiri hlutin að trúa á það, held ég. En Já, en erum við mikrofónlega séð allt í lagi? All right. Flottir mikrofónar. Þetta er óslega flott stúdíu. Hvað heitir hann vinnur okkar þarna frammi? Hjálmar. Hjálmar, hvað kostar svona mikrofón? Hefur ekki hugmynd þetta? Ég vil fá mikrofón á hann, en því miður er það ekki. Ég er þetta með hippamjólk, sorry. Já, þú skalt segja sorry. Já, ég veit það, ég drekk ekki svona mjólk. Ég Nei. bara beint upp. Og ég með svona hippa líka súkkulaði sem er siglaust. Guð minn almáttugur. En Þetta er ég er hættulegt. með hippa sígarettur Já, sem eru light. En það eru með svona fluffi, veist maður sprengir. Tekkir þetta? já, kemur þá þarna bragð, svona, Það má ekki auglýsa tóbak, en nú, já, þá fluffa maður hérna, sprengir svona já, og þá ertu komið mentól, ó, eða vilt. já, eftir, Svo við bara getum- eftir. Já, einmitt, við erum með, og síðan Það er friðarpípan verður tekin hér og eftir. Já, þetta er fæjapucha, sem Já. er bara pucha, sko, sem er bara svona búddísku siður. Já, Svo er ég hérna með nikotín púða, ég er með veip, hvað er í frétt? Hvað er að frétta með þig? bara mikið. Ertu ekki með sprautur? Nei. Hvað eru sveppirnir og það? Er búið að setja það í kaffið það? Segð Já, svona. ég blanda því öllu úti. Það er nefnilega allt hægt að finna í náttúrunni. Ég veit það. Já. Sveppinir eru góðir. Já, ég Þeir eru mjög góðir. Já, ég er nú frekar huglaus manneskja þegar kemur að einhverju og allir voru að, sem sagt, hafa samband við mig, eða ekki allir náttúrulega. Þetta gekk hérna yfir og mér var boðið þetta og mér var boðið hitt og mér fannst þetta alltaf svolítið furðulegt að hvað var að gerast þarna. Svo hringdi hann Bogi í mig sem að var fyrstur til að gera núðluvagna hérna á Íslandi. Já, ekki fréttastjórinn. Nei, hann var nú ekki að því blessaður ekki núna og hann Bogi meira að segja þessi maður sem býr núna á Reykjanesinu en byggði hlið til dæmis sem, Ég man eftir, Já. ég skipti svona á hann. já, og hann var að ráðinn til Suður Kóreu þessi gæi til að kenna Suður Kóreumönnum að búa til núðlur. Nei. Ég sverða og hann býr núna á Reykjanesinu og svo leiðis og er að opna eitthvað skonar lagúni, er ekki alveg viss hvernig þetta er en hann segir sig að hefur þú ekki prófað sveppi og ég sagði, veistu það, ég þori engu svona, ég er svo mikið raggett og hann segir, og hann býður mig að koma og ég, sem sagt, ég hugsa ok, you can do everything when you're 64 svo ég fer og klukkan er svona 1 þegar ég sest í svona sko lazy boy sem maður kallar það í útihúsinu hjá honum sem að voru ekkert nema úr gömlu bárjárni og ég er ekki manneskja sem getur sittið kjur lengi, ég bara get ekki hort á heila bíómynd eða setið kjur Hátti. og ég bara komið þangað, já, ég er með svo mörg hús í hausnum, ég hef get ekki staðið í þessu og ég bjóst ekki við því að vera lengi en rankaði í raun og veru við mig klukkan 6 þetta er hrikalegt ég fór ekki á klóstið eða neitt og ég talaði henni í þessu tungumál og ég segi svona Bogi, hvaða tungumál? Jú, ég veit það ekki eins og mér varst og svo kemur ég fór ekkert út í eitthvað uppgjör, ég held ég sé bara búið með öll uppgjör af því þetta er svolítið nota til þess uppgjör einhvers konar en svo byrjaði ég að tala í svo furðulegri röddu það var svona, ég næði örugglega kannski ekki Bogi Bárujárni Bogi Frostrósir Bárujárni og svo var byrjað að segja Bogi satt þarna við hliðina á mér og ég leys í bónum og ég sé Boga annars staðar sem sagt með hvítt svona hippa skegg svona flétta báðu megin og svo kemur það
Segulbandbogi, daga upp bogi. Og það var verið að biðja gamalt segulband sem er svona þessi gömlu segulbönd sem stóru fannst mér. Og svo, og þetta var alveg svo furðulegt sko, og svo hérna kemur það að allt er í waves, þú veist, allt er í öldum, allt lífið þitt, höfuðringurinn á hárinu þínu, fingrafarið þrén, allt gengur þetta í öldum og hringjum. Og þetta gamla bárjárn sem hann hafði fundið og byggt þetta hús, þetta er mesti snillingur veraldar, að það er náttúrulega í öldum og það er galvaniserað eða ekki galvaniserað, það var það sem var betra og það virðist vera að þarna hafi verið að þarna nær internetið betur og við skulum ekki sko halda það í 1 mínútu að við séum hérna, við erum í öðrum vítum þetta og hitt og allt saman auðvitað og það sem að var þarna, ég hef ekki farið aftur, ég bara þetta var svolítið mikið sko fyrir konuna sem hefur ekki hreyft sig ég bara alveg kjur að að hann eigi að taka upp skilaboð að það kom ekkert fram að það væri ég sem ætti að vera þarna sko, svo ég veit ekkert það en frá geimverum nei, sko, við erum geimveru sko, við búum út í geimnum á einhverju jörð sko, svo að ég myndi ekkert að pæla í geimverum nei, ég hef séð geimskip þegar ég var 9-10 ára bjó á Snæfellsnesi og allir sáu það á öllum sveitabæjarnum og það kom í Morgunblaðinu og þá bara fór það inn dalinn og svo út á sjó og það er bara líka svolítið sérstakt að halda það að við séum ein í þessu sólkerfi, það er svo mörg sólkerfi líka. Mér finnst þess að ég þekki þig. Já, mér líka, mér finnst það svo, núna er þetta berfætt og það er rosalegu kostur, ferðu út berfætt? Nei, af því að þessi fótur er svo miklu styttri, ég þarf alltaf að uppækun inn í skónu. Já, en þú getur farið úr skónu samt. Já, rétt. Þá færðu... Ég reynir samt, já, því ég fyrir sjóin. Já, þú ferð þá, já. Það er að sama. Já, ég veit það, það er að hjartengja sig. Og það eru öldurnar. Já. Öldurnar koma og þú ferð inn í sterkavitt. Já. Ég þarf að vera meira perfekt. Og þá eftir að koma margt í ljós sem að tengja sjónum, hann er í raun og veru ekki búið að rannsaka 80% af hann. Nei. Mjög margt. Býrðu við sjóin? Já, ég bý við sjóin, við Hvítaströnd og sem að er beint á móti er Snæfellsjökull sem að situr og horfir. Hvernig gastu fengið þetta? Kom þetta bara. Sko, ég segi ég fann þessa strönd sem er náttúrulega lygi en og ég segi bara þetta er mín strönd. Svo byrjaði að koma einn og einn, svo heyrði ég útvarpuna einhver hugleikslu kona sagði þetta væri mesti kraftur á Íslandi væri þarna. Ég sagði Guð minn almáttugur og svo bara viku seinna þá voru að koma útlendingar í rútum. Er það Álftanes? Já. Er það? Já. Kannastu við þessa strönd? Nei, ekki neitt. Ég náttúrulega bjó fyrsta árin þarna. Er það? Já. Það er sagt til dæmis líka að þegar þú keyrir út á Álftanesveginn þá sé viss veggur eða portal eða vítt sem þú keyrir inn í og þú skilur eftir áhyggjurnar. Gæti alveg verið. Já, krossgötunum þarna og ljósunum. Og það er sérstakt, þarna eru lömb og hestar og hundar og kettir og þú veist, mikið lífriki. En það er búið að byggja þarna náttúrulega 300, ég lík því, en alveg rosalega mikið af blokkum, ljótum. Það eru öllar blokkirnar eins. En það er stjörnuspekingur já. Í blokkinni. Hefur farið til ást? Já, ég hef búin að þekkja hana í 300 ár. Hún er ótrúlega. Já, hún er með vétíska stjörnuspeki og Sjátt á þetta hana. Sem er náttúrulega eldri en vestræn, skilurðu, og ég er álega öllum sem að vilja fara eitthvað athygli vert að fara til Ásta Óla, hún hlýtur að vera í símaskráni
og svo er ég svo hrifin að kínverski stjörnuspeki sem er náttúrulega eldri. Hvað ertu? Ég er viðatígristýr. Já, ég er stálrotta. Það er óslega flott að vera stál. En við erum vinir af því að ég er ekkert að bögga þig, þú ert bara viður, sko, sem er náttúrulega, þú veist, tréð. Tígristýr, sant? Já, sko, en stálrottan, þú rætt og hún er mikið innsæi. Nei, en hún myndi ekki ráðast á þig, svo við erum vinir. Já, einmitt. Það er hesturinn, eins og ég skoða þetta, sem er eina sem að getur bögga mig eitthvað miðað við að því ég er að kynna mér kínverska stjörnuspeki og fólk hér sem er að hlusta bara fer einfaldlega inn á Google og googlar kínverska stjörnuspeki og þetta er bara árið sem þú ert fæddur og það er svo gaman það er svo gaman að grúska og síðan er það bara mismunandi þú veist hvort maður sé viður eða eldur eða hvað er maðurinn minn aftur, hann er eldsnákur held ég, eða dreki. Þú er að vita þetta? Ég man, hann er eldreki, nei, ég man það ekki. Ég reynda bara málmrotta, en ég valdi orðið stál úr málmur, sko. Já, ég skil það. Já, það því það. Já, þú getur verið koparrotta. Já, og hérna gullrotta og hvað, en gull er náttúrulega mjúkt. Blikkrotta, hann blikking. Hún hlær inn í sér, mægin á henni hristis og núna ef þið eru að horfa á þetta. En þið eru að horfa, en síðan eru það að hlusta kannski. Já. Við erum í þetta samstöðinni. Og þá er ég líka að segja bara hvað þú ert að gera sko ef þið eru bara að hlusta á það. Akkurat, ef þú lýsir því bara. Og þetta er Grimm og Snar. Grimm og Snar. Og þú heitir Sigríður. Já, ég er að reyna... Sigríður er hjá mér hérna, í Grimm og Snar. Sigga. Sigríður. Sigga. Sigríður og Ingibjörg. Sigga og Ingibjörg. Sigga og Imma. Sigg og Imma eru hérna. En hérna Sigríður og Ingibjörg. Það var alveg ríkalegt. Þetta væri svolítið annað viðtal. Sigríður og Ingibjörg. Ef þetta er smá viðtal það sem er Sigríður og Ingibjörg. Allt í fína. Já, ef þér ekkur aðra. Ef þér er sama. Mér þetta mjög ánægilegt ef yður heilarleiki, yðar heilarleiki. Ef yðar heilarleiki geti sagt sér við að ég myndi þér að þér. Já, þéra og þukla, mér er alveg sama. Hvað hérna, má ég spyrja hvað árgerðu það er? 60 mótilið. 60, og þá ertu svona unglingur, hvað ertu, unglingur og 75? Nei. Ég er 75, já, 15, það var mínu bestu tímabili fannst mér. Maður var bara einhvern veginn að flækjast og það var alltaf gott veður á Íslandi sko, sem er náttúrulega núna, þetta er ímyndun og mér fannst það yndislegt að vera unglingur 75. Aha. Já. Hvenær verður það slæm? Það eru sínum sem eins og Hallgrímur Helgason hann alltaf talangu í Íslandi hefur verið ömulegt. Nei, en alltaf hefur verið óslega einsleitt og já. Sko, málið var að við byrjum svo seint að þróast. Ég afskekt og við áttum ekki neitt rafmagn fyrir því var 8 ára Snæfellsnesi en það var, já okay. Og hérna ekki rafmagn fyrir 8 ára? Nei, það var bara ekki einhvern veginn farið með rafmagni þarna við vorum nálagt sjónum samt var aldrei fiskur og ég var með útikamar, þú getur ímyndað í frost og snjó en það var svo mikið frjálsleiki þú tókst bara hestinn, fórst í sund og þú varst 8 ára þú fékkst að fara í sundir, þú drukknaði ekki já ekki, hann vildi nú ekki beint kannski fara í sundir já beið hann beið bara ég líklega hef svo bundið á þar sko bundið á hann já, annars hefði hann farið heim og varst síðan alltaf bara að leta, hvað varst að gera? Í sundi? Nei, ég meina bara heima hjá það. Nei, guð minn almáttu voru engi litir til. Ég hef aldrei augum litið einhverja liti. Nei. Liti? Nei, við bjöggum til úr öllu mögulegu bú, í búaleik og svona töluðum við álfan í alvörinu, þá var það bara eðlilegt. Já, pabbi minn gerði það líka. Já, það er búið að gera þetta svo ómikið vesen það er náttúrulega með þriðja auganu og þú skynjar það og þú getur séð það þannig og það var svona klettur
réttur fyrir ofan það sem við byggum og hann var alltaf kallaður kastalinn og það sáu allir hvernig var slöktar og svoleiðis, hvernig slokknaði ljósið. Merkilegt að við hægt að vilja sjá álfa og huldu. Þeir eru bara ekki hér, þeir eru alls ekki hér, þeir eru löngu flúnir Í hér. Bólholtinu eða bara Bara ekki Reykjavík og svona og ég verð að segja að mér finnst anskot, ég sagði ekki anskoti, mér finnst ansi sérstakt hvernig vegurinn liggur í gegnum þetta ljóta hraun í Garðabænum sem friðað af því Kjarval málaði einhverstaðar eitthvað þar. Það er aldrei neitt í þessu hrauni en þeir byggja bara á grænusvæðunum. Svo vegurinn, hann svona hlykkjóttur af því að það þurfti að taka hérna kirkju sem álfarnir áttu og það þurfti að taka eitthvað og breyta og svona svo að álfarnir fengi að hafa það gott. En ég held að þetta fólk hafi ekki lesið þjóðsögurnar einu sinni vegna þess að álfar búa ekki í hrauni. Nei. Þeir búa í klettum, þeir búa í hólum sem að klettar eru undir og það getur verið að hraunið myndi svona álfarlegar fígurur en en það ekki álfarðar. Sem tengið þú við tröllskessuna? Já, ég meina, Ég hef verið sagt að ég sé tröllskessa. Já, ekki núna. Jú. Nei, eða þá hafi verið eða þú hafi þetta element tröllskessunar. Okkur ekki til risa stórar verur í annarri vít sem að við getum sagt að séu tröll. Tengið þú við að hafa verið tröllskessa? Nei. Ekki? Nei. Ég hef aldrei, ég kann að setja fólk inn í fyrir líf þannig að það sér það sjálft, ég nenni nú ekki að taka það að mér per se og þetta eru öndunaræfingar, þetta svipa bara eins og að fara í ískalt vatn, þú notar vissar öndunaræfingar, öndunin kemur þér á ótrúlegustu staði og ég vart andan nema ég sé búin að minna mig á það og skrifaði upp á speilin ég fara handtakna klukkan 5 og ég hef bara séð að ég hef alltaf verið fangi í svona arabískum löndum, bundin og svona eitthvað og svo var ég geisa. Það today? Já, ég sá það þess að þegar ég fór inn í fyrir tíðinir að ég hef lifað náttúrulega marga oft og ég hef aldrei viljað vera í sólbaði og ég hef aldrei farið í ljós. Ég vill bara vera eins og snjókall eða svo geisa. Ég hef alltaf viljað þetta. Já. En ég held að þú hafi nú verið frekar norn þannig að búa til seiði og ég held að það hafi verið töluvert harmur. Nú ég ekki að lesa þitt fyrralíf, heldur bara orkuna sem þú gætur hafa komið með. Harmur hjá þér að því að þú svona þú ert að búa til seiði og svona og það gerðu nornir, skilurðu? Þær voru þarna en þær voru útskúfaðar að því þær voru að lækkana og náttúrulega við líka nornir í dag með hvítagaldur og allir eiga að galdra eitthvað í lífinu. Ég held sér alveg rétt, já. En ég hefur látið gera svona DNA-test? Nei. Ég let gera svona test og ég hef alltaf haft einhverja taug til Mið-Austurlanda og það eitthvað trait. Ertu búin að fá úr því? Já, þetta bara tekur viku eða eitthvað og sendir bara eitthvað. Ég bara vill ekki, svo kemur það í ljós. Já, sem kemur alveg sama. Já, ég reyndar mér líka, það var... Hvað það að gera? Ég veit það ekki. DNA mitt, mér alveg sama. Já, eins og sjónvarpið að hlusta á þig. Ég veit. Og ég var með vinkonu mína Erlendu Bergi brotnaði og segi who cares, what are they listening to sagði ég við hana, ég meina ég tala við mig á nokkrum tungumálum og röddum og verðum að góðu. Ég var að spyrja mitt krakkana, ég var svolítið eitthvað treguð að fara á TikTok og var að spyrja krakkar sem ég að kenna bara farið alveg inn á TikTok og það ekki trætt og þau voru bara já, okkur alveg sama. Það var bara, Ingibjörg.
Já, Þú veist, þetta að því ég ekki hrædd, mér alveg sama þó ég sé já, þú ert alveg svo ég vegna þess að, hvað, sko, ætlaðir ég að fara veit að ekki hlusta á allt sem ég segi, ég meina Guð minn almáttugur og mér alveg sama. Kínverjar mega ekki vera að hlusta, Kínverjar að stela öllu þínu data. En Nú? kannski getur þú fengið eitthvað treyt, þú veist, aftur í, ég alltaf að spá í hvort þetta sé, þú veist, DNA-ið sem að tala við mann í gegnum þessi, þar sem maður skynir þessi Já, fyrir líf. já, það er, Hvort já, það sé imprinti í DNA-ið. já. DNA er allt í tölum. Vúdu, Nei. þú veist, þetta eru bara fyrir lífin í Já, forföðum í DNA-nu, þetta er rétt. Þetta er náttúrulega bara eitthvað aftur. Þetta, já, sko, ef þú fer 10, sem sagt, 10 kynnslóðir aftur, þá átt þú líklega, ég man ekki, 400.000 manneski sem tengjast þér, bara 10 ættliðir aftur. Bara það. Já, síðan og þetta er í bara- DNA-nu, Já. það er rétt hjá þér. Það er allt, það er ótrúlegustu hlutir að finnast núna í DNA og hvernig að sko, þess vegna átt að kleima þitt góða karma úr DNA-inu eða úr forföðinum að byggja að koma að hjálpa þér. Einmitt. En ég er algjörlega sammálaðið því miður. Ég meina, forföðurnir, þeir bara glitra innra með. Já, alveg rétt. Gera það, þau sem, Já, en síðan er þetta líka bara hvað DNA þú veist, er aktíft. Af því að það er ekkert allt DNA í manni aktíft. á Þú hverju? veist, við erum með, af því að, þú veist, það er sagt að sumt í lífinu kveikir á og hippamjölkinu á vilt. En þú getur líka bara dissað það, ég held þessu ógeðslega óholt. Það er eitthvað olía í þessu. Það er rosalega óholt Þetta er þessi eitthvað haframjólk. Já, þetta þetta er viðbjóður. eitthvað viðbjóður. Og ég ætla líka að Ég segja sá að það á fólk á bara að Instagram, drekka já. mjólk og Kúamjólk ekki, og helst ekki rjóma. D-vitamin bæta, Nei, ekki neina, akkurat. aldrei að vera með eitthvað sem er skert. En það er allavega þannig að DNA, þú veist, það gerist eitthvað í lífinu og það getur, sem sagt, það verður aktíft, það getur verið óaktíft. Já, Svo, getur þú verið. veist, þú kannski kveikt á þessu geysu, þannig að formáðurinn Já, í þér, já, en síðan, þú veist, síðan var þetta kveiki á öllu og þá var þetta bara, hver varir þá? Allt, já. ég meina þetta er næst svo langt, þú skilur mig. já. Svo við þurfum að, þú veist, maður þarf kannski ekki, Ég er mjög, sko, það var sagt að maður er eins og heimili sitt. Guðanabænin kom og kíktu. Það er unik, náttúrulega svo kellingin. En það er, ég er margslungin og margþætt að því að ég vil ekki bara vera einhver bara þessi karakter sem allir geta séð út. Ég get ekki einu sinni séð út minn karakter. Og ef allir er að leita sjálfum sér, en ef þú finnur alveg sjálfan þig, þá er ekkert eftir. Svo að þú verður alltaf að finna, eins og þú segir, kveikja á nýju DNA, gera internetir þitt sterkara við veröldina, því ég kalla bara, ég er internet, þú ert internet. Já, einmitt. það er skemmtilegt, ég veit hvað það nema til eðla mannski. Halló, Já, sæl, þetta er Sigga. já, Já, sæl, þetta er Herdís og ég var með bókað hjá þér á laugadaginn já, fyrir gæsun. Já, 11:30. elskan. Passar það ekki? jú. Ok, ég vildi bara fá það svo staðfest að svo langt sinni talaði við þig. Já, ég er í podcasti núna, svo að þetta verður byrt, er það ekki með leyfi? Hvað sér eftir í? Ég er í podcasti núna að vera að taka það upp og hún sagði svaraði bara símanum og hérna, svo að sem sagt, þetta, það eru milljónin manna sem munur hlusta á okkur Herdís. Grimmi og sná. Já, Já, það er ekki slæmt. nei, en bara, ég tala við þig á eftir eða í kvöld hvar þetta er og svona, ég er örugglega með að skráð samt. Ok. Hlakka til að sjá okkur. Já. Ok, blessuð. Hvernig ertu alltaf með rými fyrir svona sveigjanleika, þú veist, eða ertu alveg svona, þú veist, ég er bara með allt í dagbókinni, ég er með tungl í meyju og ég er ógeðslega skipulega, allt og skipulega. Ertu? Já. Ég hugsaði Það bara trúir þvílík enginn. óreiða bara á Nei, ég var borðinu. bara að gera þetta fyrir þig. Ég hugsa, já, Þetta er mér fannst leikhús. þetta að vera eins og Við ég, erum í sko, heima hjá leikhúsi. mér. Við erum í leikhúsi. Það er Mér- bara, ég er ekki óreiða, bara ég er að reyna að bjóða kátt. Ég er tungl í fiski. Oh my god. Þeir eru allir, Oh my- það er allt psychic fólkið, sko. Það er með tungl í Já. fiski. Já. Það eru allar, þú er svona,
við erum hópur á konum. Ég betungli 8. húsi. Já, við ætlum ekki að fara að monta okkur neitt en ég með Marsi í hrút þess að er í dugleg. Já, ég með Massi í Vog, ég ekkert svo dugleg. En ég með Merkjur í sportreika. Já, Hvað það segir er það? svolítið Það er smart. Thinking. Já, það ekki? ætlar ekki að fara að skrifa bækur eða eitthvað? Ég veit það ekki. Af hverju? Hvaða dag ertu fædd? 12. október. Sama dag og Páll Ísólfsson, skáld, tónskáld, segir mamma mín. 12. október. Ég var akkurat í gær, hringdi einhver kona og hún fætt 12. október. What? Já, það gerist og ég fólk er svo safe eða það er svo örugt að vera fætt á þessu svæði að því að sko, það er einhvern veginn með Vogina, þú sérð það er svo lítill möguleiki að þú hittir vonda mannesku og leiðinlega eða ljóta í Voginni nema þær séu geðveikar. Það ég þekki 3 ár sem að Ég er allt geðveik, ljót og Vog. Já, en við erum öll geðveik af því að annað væri skrítið. Já, við Já. erum all neurodiverse. Já, að það er bara, og þessu nætti ekki þó að einhver verður aðeins lengur með ábrandi geðveiki, að við getum öll í raun og verið tengt við þetta. Auðvitað. Já. Þess vegna erum við svo hrædd við þetta. Að þetta er í okkur öll. Þetta er í okkur öllum. Þess vegna hræddust við það. Mér finnst ömulega þessi geðlyf. Rónan líka, hann er í okkur öllum. Já, en ég meina- potential til að fara þangað. Já, sko ég ætla samt að segja að biðja fólk að fara varlega að borða þessi geðlyf að því að mér finnst þau ekkert gera fyrir fólk. Nei. Og það er svo erfitt að hætta á þeim. Rónan, já, það er nú ágætt að taka út rónan svona öðru hverju. Já, ég held að hann sé svona, hann er kannski mesti vitringurinn á jörðinni. Já, sko, í rónanu felst reyndar bara að deyfa heilan. Það þýðir það að þú slakar á og það kemur þá kannski eitthvað sem þú myndir ekki tjáði en hins vegar, þá fannst mér bara ágætt að ég vaknaði einn veðurdag og ég sagði bara, síðan bara, ég nenni ekki að drekka áfengi og það var alltaf þetta hvítin og alltaf einhvern veginn eða þú veist, eða mér fannst nú landinn bestur hérna áður fyrr og finnst það örugglega í dag sko og mér finnst þetta vont hvítvin og rauðvin kannski bara, þú veist Þetta er taugaeitur. já, mér finnst þetta bara ógeðslega vont Líka þetta lokar á allar tilfinningar. Algjörlega. Lokar á tilfinningar Já. og er þessi náttúrulega deyfilyf. þetta er deyfilyf, þetta lamar heilan Já. og fólk verður að muna það er það eina sem það gerir og þar að leiðandi þegar að fólk fer í blackout, drepur einhvern að það er langflestu tilvika er það undir áhrifum áfengis Já. og það mann það ekki. Dómgreindin er að fyrsta, hún þetta veikir dómgreindina og svo lokar þetta á hjartaorkuna. Þetta bara Pældi að lokar. og þú manst ekki heilu klukkutímana Já, til dæmis. og svo drepur bara einhvern sem þið ekki vænt þú veist ekki á hverju. Ég var að spá, ég hannaði spáspil. Þú hannaði spáspil. En hvað snilli, hvað eru við systur eða hvað? Já, þú fætt 12.12.1900 og hvað? 74. 12.10. Vog. Já, 12.10. Já. akkurat. Já, þú ert ekki 7? Já. Og þær eru náttúrulega ekki eins og annað fólk. Nei, er það ekki? Ég Nei, er alltaf að reyna samt. á hverju? Á hverju vilt þú vera eins og annað fólk? Vertu þú sjálfur? Já, mér langar kannski bara svona fitta inn. Nei. Ég get ekki skynja það að þér langi til að fitta inn. Eitthvað hluta að mér langar. Í hvað? Saumaklúb eða? Já, til dæmis. Fitta inn í saumaklúb. Jesús minn! Og hún hlær svo sérkennilega, hún hlær inn í sér, inn í maganum og það kemur út afturendan. Ég hlæ alveg svo hátt. Það er ekki þetta, við getum ekki búið
Jú, ég hlæ svona, ég hlæ svo hátt að það er svo ósexy og það ef það er maður á svæðinu þá er hann farinn. Það er Gerðu. svo er til svona Ég er ekki þar svo. já, þú ert að reyna það eitthvað. Ég er að reyna að vera Þú ert að reyna að kyngja hláturinn. Nei, eðlileg. Ekki afskaplega er það leiðilegt að vera eðlilegur. Hér er allt eðlilegt, Sigga. Sigriður mín. Er búið að vökva þessi blóm eða Já. þetta gerfi? Þetta er gerfi. Má bjóða þér að Draga 3 eða? bara eitt byrja að einu. Ok, ekki sína áhörundum strax. Nei, á ég sína áhorfundunum eitthvað? Ekki strax. Ok, þú fækst Hvað 2. Ok, nei, bíti, já. Þú tók 2? Já, ég veit. ég taka 2. Ok, settu þau fyrir fram að þig og sjáðu hvað myndi koma á þau. Sigga er að horfa á spáspilin sem ég bjóð til. Hún er að skoða hvað er. Það hefur það verið 1. Já. Kemur bara svona eins og api. Já. Það er mannsapi. Já. Hvað er það? Mannsapi. Það er bara svona, Já. það kemur svona eins og manneskja en svolítið Já. langar hendur. Já, ég held að kom að því mér sýndist vera sól þarna. Ég hugsaði sér svolítið svona kannski pínu svona hress tímabil að koma og svolítið svona, þú veist, grallara. Já. Þú ert náttúrulega grallari. Þú ert algjör grallari. Með grænum. Já. Með grænu. Já, það Þessu hvað mörg prósent af heiminum er með grænum? Það eru mjög fá prósent. Og það er allt tengt náttúrulega í nornina. Hvaðan ertu? Eyrarbakka Einmitt. og Vestmannaeyjum. Já. Það er bara þannig. Ég held þú sér sífellt að gera einhverja galdra. Hvernig hefur maðurinn það? Mjög gott. Jæja. Hann er áverki. Er hann ekki að hlusta að vinnu minna? Nei, hann getur ekki Heyrðu, hlustað. sjáðu! Þetta er ekki rugl. Halló! Hvað gerðist? Hvað? Fór Ó, hérna pungurinn af mikrofónunum eitthvað? Það held ég ekki. Koma að bjarga þessu. Já, þetta er allt í lagi. Já, já. Heyrðu, hérna, þetta er sem sagt auðustokkurinn. Já. Svona eru framtíðarspilin. Já. Það er sem sagt, það er ekki búið að setja neitt, þú sérð það bara sjálf. Já. En þetta er, skal ég segja, það er bara, Þetta er já, já. patent Ingibjörg Magnúsdóttir. Ertu búin að fá patent fyrir þetta? Já, já. Á Íslandi bara Pappa og þá. mamma mín áttu náttúrulega spilabúð, sko. Þú eru ekki komið í hana. Hjá Magna? Alveg getur verið. Pottja. Já, pottjætt. Ég man nú ekki alla mín ferða. Er það? Laugaveginum. Jú, jú, þetta er rétt hjá Brynju eða? Já, já, já. Já, já, auðvitað ég kom í hana. Auðvitað. Ég búða sjúk, sko. Já, og þetta er auðustokkurinn og hann er heldur ekki, þú veist, eins og með hérna að við erum að fara að þú veist, ekki skeri fólk eða þú veist, þetta verður bara Það á, gert í já. tíðni, hljóðum og Já. orku, Já, orkulækningar. þetta er rétt. Ég talaði mitt við lækna á heilsuhælinu, hún sagði þetta mitt, ég bara undir hana og hún sagði, jú, ég held að vera rétt. Það er byrjað á Það þessu. verður ekki svona myndir á, þá verður þetta bara við búin til myndirnar. Sko, Á spilin. það er svolítið gaman að því að ég hef gert stokk og tvö hérna spil voru auð og og þegar að fólk dróð það þá getur það skrifað sitt eigi líf sjálft og fólk á aldrei að trúa einhverju hinduru vitnum eða spámönnum og svoleiðis nema hjartað segi svo. Ekki ferðast með spádóma í haustnum. Þú veist, svo þú hittir einhvern útlending í ágúst eða eitthvað. Því að þú getur sett það í vitlaust 12 og það getur hindrað þig. Einmitt. Svo að hérna, það er mjög gott að ákvarðat að vera með svona auðspil í alvöru. Og mér finnst sko hérna ef ég keypti stokkin og myndi draga spil og þá myndi ég alltaf skrifa eins og eitt orð á hvert spil í hvert sinn. Já,
það er ekki hugmyndin samt. Nei, ég að segja ef ég myndi ef þú eiga myndir eiga þessi spil. spilin. Já, Þessi spil. En það er nefnilega að því að það koma mismunandi myndir á það. já, en ég nefnilega, sko, ég þarf alltaf að gera allt mjög hratt sem er ömurlegt, af því að ég er svo fljótt að hugsa og ég borði eins og matvinnsluvél, til dæmis, tjumbum, ekki gefa þessu neitt tíma og ekki borða franskt. Og þá til þess að sko ég myndi ekki nenn að glápa of mikið á spilið, heldur þá var ég, sem sagt, eftir ég væri búin að draga 52 var líklega, þá var ég komið orð á hvert spil. Já, Mín persónulegu orð. Já, það er líka góð. Ég held að það sé gott fyrir mig. Fólk er bara frjálst. Það Já. er bara auðstokkinn, síðan er það frjálst. Mér finnst það nefnilega svo mjög góð hugmynd og þetta er svo fallega Turkish og Turkish er hérna guðslitur, það er ekki tengt þeim kannski guði sem við erum að tala heldur bara svona stórri orku af hinu andlega og ég veit ekki hvort þú veist hver David Icke er. Nei, hann er bara sérstakur maður sem að er mjög frægur út allan heim og hann kom í viðtal í svona Turkish skalla og sagði frá því að þetta er guðslitur. Þá er bara, þið getið táknað guð, þú veist, í öllum trúmálum og svona, ég er ekkert að setja, ekkert að setja það inn í. Og það er sko sumir að bíða eftir Jesú og svona, en það kemur hvergi fram að Jesú sé á leiðinni, heldur að Kristur myndi koma. Þá skulum við skoða að Christ consciousness, sem sagt Krists orkan, er að ferðast inn í hjarta okkar og gera okkur betri. Og það er Christ consciousness, eða hvernig þýðum við það? Krists, algjörlega, Krists meðvitundin er að sækja okkur, við þurfum að opna fyrir og láta okkur glansa af góðsemi. Það er eitthvað í gangi. Það er svo mikið í gangi, þú veist hvaða dagur er í dag. En ég hef áður verið eitthvað svona í kringu 2000, hvaða dagur er þetta? 8. Það er Lionsgate. Já. Heyrðu, vá, og 2024 sem er líka 8. Já, 8 og svo getur við verið klukkan 8 bæði morgun. Oh my god. En, og hvað maður að gera klukkan 8? Sko, þetta er portal eða hlið eða nývít, skilurðu, það er erfitt að þýða oft. Mér finnst oft enskan því miður hafa betri kraft í orðunum heldur en að við gefum þeim og til dæmis þú horfir í spegil og því spegil er portal með þriðja auganu, mátt loka augunum, opna augun eða hvað sem er og hafa helst ekkert endilega mikla birtu og hérna og fara og finna þig fljóta inn í nýja orku sem að gefur þér það sem að þú hefur hugsað undanfarin ár því hugsaðin reiðast ekki þú þarft ekki þetta að biðja skilur heldur bara að gera þetta og þú ert bara að fara inn í lífið öðruvísi og þetta er að gerast ekki bara í dag heldur hefur þetta mjög mikil áhrif núna nú er sólin og Sirius saman á loftið, þau eru félagar þar það er mjög sjaldgæft og það er svo mjög sjaldgæft sem við erum að gera núna við erum að breytast við erum að finna Krists orkuna Christ consciousness koma til okkar alla og það er svo magnað að við erum að rísa upp hjörðin við venjulega fólkið Já, mann finnst, þú veist, mér fannst 2000 eitthvað svona verið að gerast og samt, en maður heldur í undrunna, þess að undrun þá er náttúrulega alltaf, þú veist, það er alltaf breytast, það er alltaf hreyfing og það er ekkert sem er stabilt, sko, en mér finnst þess að núna sé eitthvað svona Veistu það að ég var með barnabörnunum núna í bústað og ég er að tala trén, þau tengjast náttúrulega öll með rótunum og þau morsa sín á milli og ef einhver tré er í hættu einhvers staðar þá ferðast þau með vatn, þau senda vatn þangað
Þegar búið að höggva eitt, þá hjálpa hér. Já, já. Pældu í þessu, Já. þetta er fallegt. Svo erum við að halda að við séum æðstu verur hér. Ég veit það. Það er ekki þannig. Þess vegna þurfum við að, sko, ég er með leyfi til að vera eins og ég er, að því þetta er bara sigga. Ég tala við trén og laufin og allt þetta og ég get sýnt börnunum hvernig, þú veist, greinin hreyfist til að gleðjast með mér og svona og fara, ekki rífa neitt upp nema þú ætlar að borða það, ekki gefa mig sóljar nema ég borða þar þá, en ég borða fíbla og allt mjög huglegt og svona og svona við þurfum að gefa börnunum tíma að kynnast einfaldleikunum og friðinum. Það er rosalegur ófriður í þessum símum og svona, þó að ég sé bráðsegg að þú veist að bara að finna bara vindin og þú hlustar á trén. Ég er ekki mikið fyrir tré því að ég vil ekki hafa tré út allt, bara á sumum stöðum, þá er það eins og sjórinn. Þú finnur þetta alls þar og það er allt sem að yfir fólk er komið og það er búið að finna sko triljónir sjúkdóma, það er alltaf að koma eitthvað ný syndróm þetta og syndróm hitt og syndróm og eitthvað, að við getum læknað okkur af þessu öllu. Ég trúi líka. Já. Samt mamma er ekki að segja það. Heyrðu, við erum með hot svona einlífnisop. Ég var að mynda að taka eftir þínu hot Ha? að segja það hvað þetta er. Ég var náttúrulega vinkuna, hún er búið til sko Jaffni og alltaf, hún er búið í Nepal og eitthvað. Og ef við færum til Nepal eða, já, Austurlandafjær, þá myndi fólk bera rosalega virðingu fyrir okkur af því að í fyrra lífi erum við búin að gera mútrur. Já. Þar sem við erum búin að gera eitthvað svona og skella okkur í gólfið 200.000 sinnum. Þess vegna erum við með þessa kúlu. Þess vegna erum við svona þreyttar. Þess vegna erum við með þessa kúlu. Já, ég hef ekkert séð þetta á neinum öðrum. Nei, ekki ég heldur. Ég tók en þú veist, þessu á taktu eftir því punktinum hér á hálsinum á mér. Já. Við hliðina á honum er gat. Þar vellur út svona stundum, þú veist, vatn eða eitthvað. Og þeir fundu maga þegar ég var ung. Á þér? Hér bakvið. Svo þegar ég fæ brjósviða þá er ég... Nei, var Mæja? Já. Og svo var ég með svona langt út úr eyranu sem er líka tákn, sko. Já. Ég var með svona langan bút út úr eyranu sem að var mjög sérkennilegur og það var tekið af mig þegar ég var 9 ára. Ég hefði viljað hafa það. Einmitt. Það getur verið að taka svona af. Einmitt. Það er sagt að maður komi einmitt með eitthvað svona úr fyrir lífum. Já, og tákn á eyrunum og eyrun myndast eins og fóstur ef þú skoðar. Og bara eins og hvað heitir þetta, puntakerfið í eyrunum er rosalegt. Og til dæmis ef fólk vil vera unglegt þá tekur það bara svona eyrun saman og brýtur þau saman aftur og aftur og þá það byrjar þá að taka í húðina. Já. Svo líka ef að fólk er með strik. Það vera að gera þessu. Nei, ég veit það. Eins og þetta jóka, þú veist þarna. Já, nei, ég er alveg með þér því miður. Ég myndi ekki nenna þessu. Mér langar ekki vera með þér í þessu. Þú veist að ég hugsa svona sjálf. Já, ég bara, ok, gaman, en þetta er... Já, ég ger þetta sko, svo, þú veist, já. Svo var ég komið svona, hvað heitir þetta, svona... svolítið mikið svona kjúklingaháls og ég hugsaði að Guð minn, þetta er gravity, þetta er ekki mér að kenna, sko. Nei. Svo ég seti á það bara castor oil og cayenne pepper og ég nota engin krem nema bara einhverja kókosólju eða einhverju olju svona 2 í viku og já. Þú er samt naut. Já. Ég er rosalegt naut. Hvenær áttu afmæli? 20. maí. En rísandi típu, sko. Já. Betur fer. Ég er rísandi bómaður. Já, en naut, ég er algjört naut. Fólk heldur ekki þegar það sér mig. En ég er bara fjölskyldan, heimilið og allt sem tengist bara því. Og það er alltaf hægt að bjóða mér í boð og ég þú veist,
það að bjóða mig í giftingu, Guð minn almáttugur, geti ekki fengið að gera bara eitthvað, að því mér líður vel ef ég get stjórnað og farið svo. Já, haft eitthvað að gera líka. Já, bara þá ég með stjórnina. Já, ég skil emmi. Annars bara ég dæmt félagslega, með félagsfælni. Skemmtilegt. Ég held þessi allir með smá félagsfælni. Já. Það alveg. En maður segir aftur og aftur, ég með félagsfælni, þá ertu bara, þú veist að fá alla félagsfælni bara bærin, sko. En hvenær komstu út? Þú veist, hvenær fórstu að vera bara með, þú veist, til dæmis rósir á haustnum og eitthvað? Já, hvenær komstu út úr hverju? Bara, þú veist, þú ert... Ég byrjaði svona 19-20 ára að ganga svona, mér kannski í kjólum, en svo sé ég alveg myndir af mér í gallabuxum og peysu, ég hugsa Guð minn almáttugur Jesús Kristur. Og svo bara einhvern veginn, einn daginn setti ég á mig hatt. Mér fannst það svo skemmtilegt. Svo finnst mér svo skemmtilegt að breyta, því þú ætlar að breyta hárgreiðslu, það eru tröbbul. En þú ert ekki að gera þetta sjálf? Jú. Ertu með hönnuð? Eða? Já, það eru margir hattar hannaðir, ég á hatt í stíl við þetta. Já. Og ég kom ekki með hann. En ég sit sko á næturnar og möndla hatta bara með, skal ég segja þér, ég er þessi sem fyrir auðvöldulegina, ég er bara með límbissu. Ég geri við föt með límbissum. Já, ég lími dót saman. Er þetta líma sama föt? Hver pælir í því hvort ég hafi límt því með límbissu? Engin, það er svo góð hugmynd. Ég er alltaf að auðvelda mér hlutina. Já. Fara ekki, og það fólk sem að finnur út leiðir, styttur í leiðirnar, það kemst langt, því að maður er alltaf að fara réttu leiðin á öllu, en mér langar til að læra að sauma, sko. Já. Ég er búin að kaupa 5 saumavélar. Það hefur ekki gert tryggið. En að fara á námskeið? Þá er það félagsmannin. Ég fór á... Ertu alveg þar? Þú myndir bara... Ég gaf alla þessar... En getur ekki fengið eitthvað bara engatíma heim? Sko, ég hef ekki nógu góða þolinmæði. Ég eftir bara einhverjum sem vil kenna Sigríði Klingenberg á að sauma á vél og heim í engatíma og fær svona spátuma í staðinn. Já, en hugsaður ef það væri bara svona límbissa eða einhvað svona sem að sauma því saman auðvelda hluti. Ég meina það er búið að þinna upp allan fjáran og okkur þar Það er lítil sem að gera svona sem heftar. Já, en hún er svo lengi. Já, ég skil það. Þú veist að maður þurfi að læra eitthvað kvikindi sem að tekur pláss og ef maður overlokkur svona, þú veist bara sérðu eitthvað svona heldur á í hendinni svo bara hreinsirúla okkur ekki. Eigum ekki biðja bara alla sem kunna eitthvað í þessu og koma með eitthvað lausn auðvelda hlutina. Já. Finna þið bara Facebook, Messenger, senda. Já, og fólk á að prófa bara. Ég sendi þér á Instagram og þá kom eitthvað svona automatist tilbaka eða ætlar að finna mig, hringdu það í mig eða sendu mér, hvað var það? Bara SMS. Já, sendi mér SMS eða hringdi í mig. Já. Mér finnst það ógeðslega flott. Ég vil bara fólk hringi í mig. Já. Af því það er best að senda mér SMS. Ég nenni ekki, sko tengdadóttir mín svarar póstanum sem kom inn á síðuna mína, sigakling.is. Hefur þú prófað það? Frá hana? Nei, ég fór bara á Instagram. Ég sendi þér á Instagram. Já, en ef þú fer á sigakling.is þá ertu með tarotspilin og stjörnuspanna. Skammast þín. Ha? Ég bara vissi ekki af þessu, ok? Nei. Ég er að followa þau, sko. Já, en ég, sko, þetta hefur aldrei verið auglýst. Ég er sko að followa. Já, takk fyrir. Þú ert líka að followa minna. Já, alltaf, ef einhver followa mig, alveg saman hvort er á TikTok eða hvað, þá finnst mér það að dónaskapur, ég er ekkert að tjekka hver þú ert, sko. Ég ger þetta líka. Já. Mínu prívat. Já. En lista, að því listamaður. Og kennari sem mér finnst merkilegra. Já. Mér finnst að allir eigi að fara í kennaran. Já, bara, þú veist, eitthvað. Whatever, svo lengi sé það gaman. Akkúrat, þá getur ég þarna er ég með þér. Þú veist, pælt ég að vera í ykkur starfi og það er leðilegt og það er rosalega virðingavert. Rosalega virðingavert starf, en ógeðslega leðilegt. Og læra svo þetta og kunni ekki samskipta við einu sinni. Til dæmis. En þarna...
Já, ég ger þetta líka. En hvað, byrju nú við, það eru svo margir í Voginni listamenn og Sjöan er svo sterk en hún er dulúðug. Já, ég veit það. Svo hún er ekki nóg framsækin með listina sína. Nei. Alls ekki. Svo er kannski listin þín einhvers staðar en þú ert ekki að segja það sem þú sért meðan einsinni. Nei. Það er alveg, já. En það er einn góðan veðurdag sem við erum að bíða eftir. Þegar maður verið dauður, þá kannski fyrir eitthvað. Jú, maður deyr ekki. Nei, ég veit. Maður skiptir lit. Já, en þú veist, þegar eitthvað fyrir grúska, bara, já. Ég ger þetta líka. Hvað ert að gera? Bara myndlist og svo er ég vinna með fötluðu líka. Það er, sko. Það er bara fólk þarf að skoða það að það er toppurinn. Já, að því að fólk menntar sig og svo menntar það sig og það verður að skoða það er gaman að mennta sig og allt tengslanettið en farðu svo bara að vinna við eitthvað sem er gott og skoða það frekar heldur en að þú þurfir alltaf að vinna við erðagreininguna eða þetta annars sé allt tapað. Það er vitleysa. Svo líka bara lífið er svo langt og líka að maður næri langt. Já, býttu. Okay. Trúðu mér í alvörunni, lífið er mjög langt. Ef þú horfir 10 ára aftur í tíman og hugsa bara hvar þú varst þá, það er svo mikið búið að gerast. Já. Ef þú bara horfir breytingana á þér sjálfri á þessum 10 árum, sér bara shit, þetta er bara drullu langt, þetta líf. Það er bara 10 ár. Finnst, en það er líka, ef maður nær að hægja á taugakerfinu, þú veist að taugakerfi sé ekki bara yfirsnúningi, ég veit samt ekki líffræðilega hvernig að lýsa þessu, en ég finn það, þegar taugakerfi mitt er rólegt, þá er bara nægan tími allt, þá er tímaskyni breytt og það fer eftir taugakerfinu. Ef það er á yfirsnúningi, þá er allt ógeðslega hratt og þá er lífið styttra. Ef ég er ógeðslega róleg og bara líður bara nægu tími, þá lífið mjög langt. Þetta er eitthvað bara svona hugmynd sem hafa verið seld af því að við erum svo vöndið að vera á yfirsnúningi og ég er ekki að segja að vera bara alltaf í núvitund og minnst það ógeðslega leðilegt og mér líka. Ég hata núvitund og eitthvað svona minnst þetta svo leiðilegt orð. Já, bara ógeðslegt orð og ég skrifaði ljóð sem heitir Nú er viðbjóðslegt en og þú veist, já og og þú veist, ég vil bara hafa bara eitthvað gaman og keigjast þar eitthvað frá hringið og og en samt að innra með mér ef þú átt nógan tíma þá gerir ekki neitt af því þú hugsar átt nógan tíma. Nei, það er ekki alveg þannig samt. Veistu þú hugsar ég hef nógan tíma að gera þetta stóra verk fyrir að vera sendir á þér. Þú ert alltaf sveit, þú ert alltaf að koma einhverjum böggum eða hvað heitir þetta? Það voru engi bakkar þá. Nei, en einhverju svona hegi inn. Hegi við að setja á hestana? Já, koma því inn í hús af því að það er að koma vetur og eitthvað að setja slátrið eitthvað. Þú veist, þetta er bara það. Þetta er bara það. Ég var lítið að slátra. En þú veist, þetta er sveitin. Þetta er sveitin sem er að en sveitin er að rugla. Nei, sveitin gefur þið tíma ef eitthvað gefur þið tíma. Já, ég veit það. En þú veist, það er samt þetta þetta bara, að verður að vera þú veist. Já, leiðilegt. En ég er ekki að tala fyrir, ég tala gegn núvitund og ég bara segi hlustundur ekki reyna að fara þangað. Veistu það, ég er svo sammála, ég hef aldrei heyrt neitt segja þetta. Nei, það var ekki þora að segja þetta, því það var bara eitthvað, þú veist, þetta er líka að núvitund er ógeðslega hentugt, þá eru allir ógeðslega prúðir og hægir og stiltir. Á hverju segir það? Þú veist, það er í þessu núvitund, allir svona hægir og stiltir og eitthvað svona. Og þú býr til ljóð eins og ég líka. Þú býr til ljóð eins og ég og það segja það, en veistu hvað ég segja því að þú líka þess að núvindund og allir í jóka, það er bara mín skilur, það er mitt rugl við erum nefnilega það er út að við gerum þetta í síðasta lífi en við erum svona hópar, við erum sálnahópar sumir eru þessi jóka típunar, en ég segja því ég bý bara til mitt eigið verði í mínútunni til að meika það, verði í mínútunni til að meika það, að því ég næð því
Já, ég bara þólið, ég get það ekki. Nei. Og ef ég er í mínútunni til að meika það, þá er ég að sjá hvað er hérna. Blómin þessi tvö og Þú sást mér þessu augliti minn. já, Very good. já, auglitin þinn. En má ég horfa á því, já. Sko, það kemur fram í eyrum, segja indjánar, ég hef lært það, að ef þú ert með strik í eyrunum, þá ertu með vesen í æðakerfinu þínu. Hvað er striki? Er hún? Æ, það var, nei, bara eitt strik svona í gegn. Já, Og ég það er ekki með þessu. Nei, þú ert ekki með vesen þar, en ertu með vesen í skjaldkirtil eða? Já, og hérna, þú getur lagað það, eða svona rístorað skjaldkirtilin. Já, Hvernig? bara með þangi og Nei, jóði og Nei, þú býr til svona kompressur, já, svona hvað er íslenska yfir það, set dömubindi kannski bara. það er allir kallar núna búin að slökka á þættinum. Nei, Skjaldkirtil. sumir, Og ef við segjum nei, skjaldkirtil og dömubindi. sumir finnst lyktin af dömubindurinn góð, þeir ræna dömubindum sumir, Vá, þannig að fjöldamorðingar sumir. já. En ok, það er einn fjöldamörgi kalla hlusta og síðan Þeir eru allt Mér finnst fjöldamorðingjar. allt í lagi, slökkuðu bara kallar. Við ætlum að tala um skjaldkirtilin og dömubindi. Vogir eru til dæmis, það eru 4 stjörnumerki, Vogir, flesti fjöldamorðingjar þar, tvíburar, Nei, í alvörunni? já, bómaðurinn og vassberinn. Hver trúi þessu? Miðað við bara, þetta er bara Ég skil samt könnun. með vogina. Það er Akkurju? stundur svona stálhendi í silkihanska. Ég Af var, því að ef það það er svo væri mikið byssur, þá var ég búin að skjóta marga, sko, því ég er fljótfær. Já, Bara til að klára málinn svona. einmitt. Bara senda alla í Ég er fristi. meira svona hnífa Ói! Ég myndi freka bara stinga hvernig og horfa í augun. Ég er svona passion killer. Ég er svo hrætt við hnífa úr fyrralífi. Ég hafði ekki brauðhníf fyrir en krakarnir úr. Okay. Ég er hættist við kannski þeir sem eru að eitra. Já, ég held að sé rosalega mikið eitra fyrir fólki. Það er mikið avoidant. Það er þessi avoidant. Avoidant? Já, það er svona tengsla, þeir sem eru svona hrætti við tengsl, Já. þeir vilja bara eitra. Eða svona skjóta svona Ég held byssu að þar sé sem er- eitrað fyrir miklu fleiri en við ímyndum okkur hér á þessu landi og svo er það bara því En það ég er er ekki ekki hrætt við eitur sko, ég ætla bara að taka það fram. Já, ég meina að sé eitrað fyrir þér. Nei, eða bara eitur yfir höfuð. Hvað meinaru? Tekur eitur? Nei, ég er bara ekki hrætt við eitur. Ég er ekki bara eitthvað svona eitur. Sem eru rosalega hrætti við eitur um Já, allt lífrænt og eitthvað svona. Já. Nei, veistu það, ég hef örugglega ekki nennu að hugsa um það. Nei. Hvað Sorry, er beint tók út- eitur? En þú ert fjöldamorðingi, Nei. byssumorðingi. Já, ef það væru byssur í leifiðar, það voru mikið að byssum hjá mér í sveitinni og ég skaut af einni byssu, þar voru þarna út um allt en hérna, ég vill að allir skili byssunum sínum í risastórt hús og bara kvitti fyrir það og geti tekið þessar byssur út þegar þurfa að skjóta rúpur eða reyndir. Ég segi ekkert til um það alveg má. Já, einmitt. Og hérna, en ég vil ekki að byssur sé að flækjast heima hjá fólki og mér er alveg sama hvort það er skápur því fljótfærni, Einmitt. já, gerir vitlisur. Já. Einmitt. Og svona stundabrjálaði. Já, sem að nauti lendir í, þú veist að sé rautt. En má ég spyrja það einu? Já, sér það rautt? Já, ég veit það ekki, Gallup segir það. Ég hef ekki verið alveg nákvæmlega þar, ég veit það ekki. Mér finnst hrúturinn líka svona, mjög svona... Ég bara fljótur. sofi hjá hrútamönnum til dæmis. Bara? Án þess að Velur. spyrja þeim Já. hana, í hvaða merkið þú ert. Já. Finnst þér ekki furðulegt? Nei, ég skil Nei, það bara sko. alltaf sama ring yðan einhvern veginn og það er erfitt að tala við hrútamenn, þeir eru menn. Já, þeir eru menn og Já. þeir eru dýr. Já. Já. Ég bý Rándýr. með hrúti. Ert þú líka að deyta hrúta? maðurinn? Fimmfaldur hrútur. Fimmfaldur? Og ég er fimmfald vog. Guð minn almáttugur, þú hlýtur að eiga sérkennilegt heimili. Já, við erum að fara að búa til eitthvað svona á himnum þegar við deyjum. Þá verður búið til svona shrine á himnum bara okkar samband. Við erum að ganga veginn, sko. Já, en veistu að þú ert að kaupa land.
og þú kaupaði land og svo að flytja inn hérna bara eitthvað lítið hús sem að er sett saman og svo annað lítið hús og það fer að koma því að það sé leift og það getur verið að sé leift að þú skrúar bara pinna og nýjörðina rosalega langt til þess að hafa festingarnar hlutinir eru orðin svo auðveldir að gera eitthvað svona og við erum í flækjulífi vitleysings að þurfa að kaupa litla íbúð og 100 milljónir sem að enginn kemst fyrir í en það eru svo margt hægt að gera hann eða skoða Kína til dæmis. Hvar hefur kaupa land? Ég vil ekki of langt frá Reykjavík. Nei, ég myndi Ef ekki fæjupútsi á þetta. Jú, hvað? Viltu? Já. Ég er búin að sprengja. Þú verður að sprengja sjálf þína því að Héldu væri að auðvitað mér Já, ég komdu bara með ég þetta að sprengja. Bring it Við erum með tóbak en þú sprengir hérna á punktum. Á ég að sprengja? Já, Á ég að sprengja, ok? Þú ert sprengju Það leifa hlustundum að heyra. Wow, þetta var svo þetta bara Þetta eru galdra síkar eða þú veist, þetta er náttúrulega ekki síkar þetta er Nei, bara nei. tóbaksfórn. Þetta er tóbaksfórn. Nei, Þú þetta eru veist, strá ég er ekki Gunnar Smára að reykja þetta. Gunnar Smári, við vorum að reykja hérna hún er mér alveg sama Er hann nokkuð með sitt hérna? Ég er að grínast. Nei, hann er alltaf okkur rauðu borði. Er það? Hérna hliðina. Jæja. Þetta bara finnst mér ferska svona á mig nefið eða eitthvað. Hefur reykt í útvarpin áður? Er ekki gott? Ég hef örgulega gert það. Já, í gamla daga. Nei, ég hef örgulega því að ég, sko, ég veit að, ég man það ekki vegna þess að það er einhvern veginn með mig að ég delíta út úr hausnum á mér. Það er bara eins og með tölvu til þess að eitthvað fleira, þá bara delete. Já. Svo kemur kannski að kom til mér manneskja og sagði það var svo gaman hjá okkur í Vestmanni. Já, við fórum þar mannst ekki helgaferð. Já, en ég man ekki þetta í. Og ekki eftir manneskjunni. Það er bara búin að setja delete. Skilu, ekki delete á mér. Hérna, Það er ekki hægt. það er ekki hægt. Nei. Hérna, hvað er uppáhaldsmaturinn þinn? Mér finnst gamli góði humarinn sem að var hérna einu sinni við strendurnar og er hérna kannski, ég veit ekki það. Mér finnst hann með fullt að hvítlauk Það er óslega gott. og svo finnst mér rosa brassaðar kótilettur í alvörunni í smjöri það er svona að verða grönsi Já, sjúklega. svona, já, sjúklega gott og margt, ég kann að elda allan gamlan mat sko því ég þurfti alltaf að elda og baka þegar að ég var með krakkana þá hafði maður ekki efn á papriku svo ég ætla að segja ykkur það hafa verið þeir tímar að paprikan kostaði líklega 1000 kall. Ég man að kjúklingu var líka óslega sjálfgeft að fá kjúkling. Við áttum hænur í sveitinni Já, og borðið. nei, Nei. og það var engi styrkir, sveitastyrkir eða nokkuð skapaðar hlutur Nei. svo að við þurftum alltaf að finna út eitthvað og það var bara súrt slátur og grjónagrautur alltaf ég lík því kannski alveg, það var náttúrulega líka hangi kjöt og salt kjöt En var ekki fiskur? nei, What? það var veiddur sko í ánum eitthvað Já. við vorum aldrei með sko ísu eða þorsk ég elska til dæmis ef að góður maður kona veiðir þorsk Já. þú steikir hann bara upp úr einhverju gúmmulaði Guð minn almáttugur Ótrúlega gott. já, en svo er þetta sko ég hef ekki borðað lax núna síðan að Nei. ég frétti þess að vitleysu í kringu laxin ég Ég var líka. algjör laxa Ég líka. aðdáandi Ég já, bara bara nei Ég bara nei, líka. En þannig að ég fór reyndar í fersklags sem systir mín veiti. Hún veit allir. það er allt annað, þá er manniski að veiða með ást Ég veit það. já. En þannig að eldara mikið. já, ég verð að segja það Já, ég líka. Ég Já. elska það. já, líka bara ég er með krakkana og Ertu með unga krakka? ég á svo mörg barnabörn, ég ætla ekki að segja frá því Já, það er barnabörn. Já. Ok. og ég er amman Amman. Er ekki skemmtilega amma? Ég klikkuð amma það er Já, sem ég amma gleyma klikk. aldrei þessari ömmu og ég er amman sem að Skemmtilega amma. ég kannski tók út úr herberginu þá leyfði þeim að mála alla veggi skilur eitthvað svona sem er öðruvísi Já.
og það ekkert heima hjá mér sem að má ekki brotna. Já, Nú ef ég get ekki límt það saman þá fer það bara út, ég nenni ekki að horfa á það. En það aukaatriði fyrir mér. Þessi fæjapútja fyrir landinu. Hvaða tegund af sígarettum þetta? Megum við segja það? Já, við Verðið erum þið ekki að handteknar? auglýsa þetta. Ég þetta veit Ísland? ekki, þetta er Marlboro með svona blái, ég veit ekki. Já. Þetta er ekki svolítið fín. Mér finnst þetta svolítið sérstakt. Ég reyki bara stundum. Já. Auðvitað. Eða bara svona að það er gaman. Fyrir hverju er þín? Og líka náttúrulega frið í heiminum og allir því. Já, friðurinn byrjar að því himnaríkir inn í þér, að friðurinn byrjar hjá þér. Svo að við getum ekki með ofbeldi neinskonar, ef við sýnum ofbeldi til að fá frið, það mun ekki ganga. Sammála. Svo við þurfum að sýna frið til að fá frið. En hvað ert þú að... Já, ég held að maður sé samt að hreinsa að maður er eitthvað að gera þegar maður gerir svona tóbaksfórn. Já, hún hreinsar einmitt. Hún hreinsar svona bad entities. Já, og að fólk, svona eldgamla friðapípa heima með mér. Ég hef ekki reykt úr en ég ætla að gera það, ég er alltaf á leiðinni til þess. Og og það er gaman að reykja friðapípu og ég nota rosalega mikið hvernig indján og tjanta. Þú veist, að því að það er svo ofbáslega tíðni í bara Ræðislega. Þetta, já, það er tilgangur með þessu. Þeir voru ekki bara að gera þetta ganni sínu. Og líka öndunum niður. Já. Má alltaf í þessu svetti í gamla daga hjá Nenn og Hæðari. Já, ég nenni ekki svetti, sko. Þar erum við ekki sammála. Það nauti vill ekki pína líkamann svona. Nei, ég er þið biluð. Aldrei pína líkamann. Fullt af Finnst það fólki svolítið flott? til að og allir svitna einhverstaðar saman og ég bara nei. Ég skil það ekki. En hvað slakar á þegar þú ert að elda eða hvernig? Ég slaka á þeirra að líma eitthvað saman heima hjá mig, spreyja eitthvað, svo fyrir ég að elda, svo fyrir ég að breyta einhverju á klósettinu og ef þú kemur til mín á viku fresti þá sérðu alltaf annað heimili eða það búið að breyta rosalega mörgu. Ég nota aktivitetið í það og svo var ég að lesa í góðri bók að þú ert eins og heimilið þitt og ég var með þessari ensku vinkonu minni Mælín í morgun og ég var að segja henni þetta. Mælín sjáðu, ég á að vera eins og heimilið mitt. Já, unique. Mælín, takk fyrir. Að því ég er með svolítið að dóti. Ég er svona... Pingu, en ég gef mikið. Já, ég er með lítið að dóti. Af hverju? Mér finnst erfið svona efnisheimurinn. Þetta er ekki efni, þetta er góði hirðirinn. Já, ég veit, en mér finnst bara erfitt að þurfa, mér finnst erfitt að hafa mikið af hlutum, mér finnst að, þú veist, ég bý í mjög gömlu húsi frá 1880. Já, það er kannski ekki gert ráð fyrir því þar. Nei. Hvernig að, skilur hvernig að það er hannað kannski. Og líka bara mikið tekník í öllu, þú veist, enga beinalínur. Já, en notar það þá mikið að málverkum á veggjana? Nei, nefnilega ekki. Ég get það ekki. Ég er bara með, þú veist, ég er með upp á vegg bara nokkra myndir. Ég er með 4 myndir eða eitthvað. Myndir eftir hana Telmu sem að býr þarna á Álftanesinu og málaði sína myndir bara á eldhúsborðinu með sína 4 drengi og hún kom með risastóra mynd heim til mín af krossi og það var það sami kross sem hún sá á einhverju hurð hjá mér. Mér finnst krossar bara, mér finnst þeir fallegir, ég vil að enginn hangi á þeim sko. Og Jesús, ef þú fyrir að skoða það á þeim tíma sem að hann átti að hafa verið krossfestur þá voru krossfestingar ekki, þær voru ekki á þessu tímabili, heldur bara staurar, bara segja svona. Já, ég rannsaka að ganni mínu trúarbrögð og ég verð að segja og ég er ekki kristin, ég er trúið. Já,
Ég líka trúi Þetta var mjög erfitt að segja þetta að því Núna, að segja ég sé ekki kristin að því ég var rosalega, það varstu Já. mjög kristin. já, Bara sem barn. las Ég var biblíuna sem barn. ofsatrúarbarn, sko. Ég líka. Ég var sko, ég grét ef ég komst ekki í sunnudagsskólan. Ég Veistu ekki það? þjóka og þú veist, Hæ? presturinn kom heim með myndirna. Ég var bara, Ég Jesú, bara, var bara, ég dyrka hann. já, ég sá Ég hann einu bara- sinni. En þú veist, ég alveg dyrka hann ennþá, en ég er ekki kristin trúar. Sko Jesú, svona meðan við gegn. söguna, hann hélt áfram, átti Maríu Magdalenu og átti börn. Skilurðu, hann var þarna náttúrulega sem sko eilari og hjálpa fólki með þennan ofsalega kraft. En sko ef þú kafar dýpra, þá bara var hann ekki krossfestur. Því að þú skoðar fyrir 5.000 ára síðan, og þá var hann líka 3 hengdur upp á kross, the son, sonurinn, það var sama og það er alltaf það sama svo þeir katholikarnir svona á Vatikanið og þetta tekur bara eitthvað úr bókunum og þetta er svo mikið dómsbók bara til að halda fólkinu til hlýðinni þú veist en boðorðin, þú veist, þau eru ágætt fyrir utan að mætta aðeins laga þau kannski til eins og gírnast konu nágranni þín þú veist eða astna og svona ýmislegt kannski, sko, hvað er að gírnast eitthvað? Ég veit það ekki. Er það ekki bara að finnast það flott? Jú. Ég hugsa kannski ég kem heim til þín og ég sé eitthvað flott, ég myndi vilja eiga svona. Já, bara upplýsingar löngun. Já, það þýðir ekki það að þú takir það. Nei, nákvæmlega. Skilur til dæmis. Má ég taka mynda þér? Já. Þá Það er myndi ég- rétta úr bakinu hérna. Ég ætla að setja hann í eitthvað svona Þetta er í fyrsta skipti sem ég gerir samt þetta verður bara svo gegn. Þú þarf að taka myndir, það er svo gott. Við erum að taka myndir af Sigurður. Það er samt Og það eru náttúrulega verið að taka mynd af skónum, sko. Þetta er bara úr einhver markaði. Ég er svolítið markaðsveik. Þekkirðu þessi? Má ég sjá hver gerði þau? Ég veit það ekki. Ekkur Sally Morningstars. Ég var að kaupa. Ég er nefnilega í einhverjum svona draumahópi. Það var ein með þessi. Mér stóð ég að vera með súkkulaði hérna, sko. Ég er með súkkulaði? Já, þú ert með þetta 33%. Í. Nei, 93. Já, 93, það er ekki hægt. Jú, það er óslega gott. Já, komdu með, má ég taka þetta? Já, fæður, smakka þetta. Þetta er alveg spes súkkulaði, en þetta er samt svona, ég var að pæla í lokin. Er þetta bara eins og þegar fólk er svona kakódrippi? Já, ég held það. Ég nota eitthvað svona sterkt kakó og fjarðarkaup Já. til þess og blanda því út í ginger og svona. Ég þarf að kaupa svona ekta, svona, já, mér langar að kaupa þannig. Það fæst í fjarðarkaup. Kostar ekki 12.000 eða eitthvað? Nei. Er það? Nei, ég veit það ekki. Kjaftaði, sko. Getur ekki verið. Ha? Sko, kakópaunir eru heilagar af heilugu tré. Ég veit það. Ok, hvernig er þetta? Sjá. Hún er að smakka súkkulaði. Ég myndi freka verið að drekka þetta. Já, Skilurðu. Þá myndi ég setja aðeins hunang út í þetta og svona. já, og kæjanapipar. Já, eitthvað svona, ég borða cayennepepper hverjum degi. Eha, Hverjum degi, og veistu hvað ég geri? já. Ég fer og kaupi hylki í náttúru, það er Jurtaaptekinu. jurtaaptekinu. Já, bara svona gelhylki. Ég set kajan í það og svo set ég matarsóta. Finnst þér Nei. ekki svolítið skrítið með matarsótan sem læknar allt, Já. má heita. Já, Hann er svo vondur á bragðið finnst mér. já. Ég set hann í hylki. Ég fæ aldrei neitt í magan eftir ég byrja á þessu eða bara, mér finnst ég vera bara með betri fókus og ég hef Já, aldrei séð hylki með matarsóta. En með cayennepepper hef ég séð það, en ég geri bara sjálf cayennepepper Já, og þetta græna hérna, morninga. já. Það er 10 sinnum meiri C-vitamin í því en öðru og þau vítamin sem við þörfnum. Tekur alveg hylki af kæjanapipar á dag. Kannski aðeins meiri það.
Því að líka það cayennepipar gera það Já. að hann hreinsa ræðakerfið Já, miklu meira heldur en hjartamagnil segja kannanir já, og hún segir það Barbara O'Neill, ég er ekki viss að fólk kannist við hana, hún er á TikTokinu og er fullorðin kona sem er heimsfræg já, þessi rosalega granna. Já, En, hún segir að cayennepepper, ef þú ert með Já. cayennepepper og þú ert að fá hjartáfall og ef þú setur cayennepepper uppið, hvort sem það er olía eða undir tunguna, hilki eða hvað, þá færðu það ekki. já, cayennepepper hún er svakaleg. hreinsar- Er hún ekki 90 ára eða eitthvað? Jú, En hún lítur út fyrir að 60 ára. já, Hún er eitthvað típa, sko. já, Ég er hún, samt pín hrætt við þessa típur. ég hugsa hún sé bara 80 eitthvað. Nei, ok, en hún lítur út fyrir að 60 ára. Já, En hún er aldrei farið, hún er ekki svona botox típa. Hún Nei, er bara svona alveg í guð. svona hörfötum eða eitthvað. hún notar bara castor oil. Já, á og andlitið. hörföt og svona. Já, ég veit það. Skilur mig, hún Mér er varst bara það mjög natural. þreytandi. Hún er natural, hún myndi Já. aldrei, þú veist, hún myndi aldrei fara í lit eða eitthvað. Nei, Akkur er hrætt við þessar konur? það hafa rétt fyrir sér, nenni bara ekki að vera að ganga í hörfötum. Viltu, Við er það vitsis, við erum ekki hrættar við þar. þú Það þarft er ekki bara klárar en maður sjálfur. Þarna er Ég hrædd við stjarnan. þetta. Mér finnst það bara samt svona, þær eru samt smá fasistar, týrandar. Þú er Nei, svona ekki- heilsu, Nei, natural týrandar. maðurinn hennar, hann keðjur ekkir. Í alvörinu? Já, Ok, ég er, ok. og hún notar múlenlauf, eða múlen, Já, til þess að hreinsa lungu. Það er það eina sem þú getur hreinsa lungu með. ok. Hún á ok, mjög þá þykka treysti ég henni dóttur. aðeins betur. Hún er Ha? mjög, dótturinn er sko þykk. Ok, þá er ég Já. að fara að treysta. Er þetta þessi granna þarna sem Já. er svona rosalega, hún er svona, Rosalega, svona sítt hár? já. Og ég hvet fólk til að kynna sér hvað hún er að segja og það sem hjarta Hvað grípur. heitir hún aftur? Barbara O'Neill. Aha. Mhm. Vá, ég fekk skríti, ég hef aldrei dreigð. Þetta er nýspil, sko. Hvað fekkstu? Arfleifð, DNA, Heritage. Ok, þú þarft að fara að láta, Og þarna er ég þú með ert að hopp. tala við Kára. Þú ert að láta tjekka á. En hér, ég hef aldrei veit, það hefur engin með mitt DNA núna. En ég er að segja svo þú, okkur ger ég þetta ekki. En þeir fóru að þeir sem að eiga, hvað heit, Rockefeller eða eitthvað, eiga svo mikið í My Heritage. Fyrirtækinu. Já, Adria, Já, þeir eru með mitt. Þeir eru með mitt. Já, ég bara, það er alltaf verið að bjóða mér í að fara í einhverja mígreni rannsóknir að því einhver tengdu mér með mígreni og svona. Ég nenni því ekki inn í erðagreiningu. En fílar ekki Kára? Já, hann Kári er ágætur að En já, flestu kannski leyti. ertu líka með svolítið álfablóð. Gæti það ekki verið? Jú, Þessna ertu, en veistu það, mér hefði aldrei þólað eyru. Ég hefði viljað vera með kanínueyru eða einhvers konar eyru sem að sko hreyfast og sína gleði eða eitthvað. Ef þú horfir á eyru, já. þá eru þau anstíkilega ljót. Sko ég er, það er alveg svakalega stór eyri í minni ætt. Afi. Heyrðu, ætlar að bara skoða þitt? Nei, ég er skoða þitt, Ok. bara skoða þitt. Sko. Ha, afi, hann varði 98 ára, sko. Já, Hún var með búð alveg þá hann dó, sko. Var Já. með vestlaði þá hann dó. það er að því að Og- hann er að gera það sem hún er fyrst gaman þess að hann var 98 ára. Já, líka bara, þetta fólk verður svo aldraði að þetta er svo gott fyrir taugakerfið að tala við svona marga. Bara gera það sem Ólíka. ástriðan er. En Sko, hann var þú með átt að vera stæðstu 150 eyru. ára. Já, ég veit það. Sko, hann var með stæðstu eyru, sko, þú veist, bróðið mér er samt rosalega eyru. Ég hugsa að mín verði mjög stór. Sér það eyrnasnepilin, það er hægt að skrifa á hann marga setningar eyrnasnepilin minn. En akkur, ertu aldrei með eyrnalokka? Nei, ég gerði einhvern tíma gata það, til dæmis að þú Þú fílar gerir ekki gött, jú, en þú getur verið að gata punta sem þú mátt ekki gera. Já, það er eitthvað svona tími núna þess að ertu að fara að ná í, sko, svona kleima þitt true self sem verður það svona, Akkurat. já, bara svona, þitt æðsta í þér Já, sem mun kannski líta núna, verður kannski svolítið svona að leiða þig núna. ég er að Alla gera þessa það. parta og allt þetta heritage sem er Allt í þér. þetta DNA. Já, það kemur eitthvað svona sem stígur fram sem er bara true self
og hérna og þú ert leitt áfram á svona celestial beings Ég og, veit og líka af því á hérna já, og líka svona jarðlegu af því jarðlega mun leiða þig að þessi svona þínu svona highest potential og það kemur kannski þegar þú ert þetta aðstæði þér fær að leiða þá getur þitt highest potential komið í gegn en ef það er bara eitt partur eða eitthvað eitt DNA sem er að leiða þá kemur það kannski ekki það er að leiða þessi að koma í gegn og það er bara verið að hvetja þig til að halda áfram á þinni persónulegu leið til uppljómunar og trúðu á sjálfan þig og trúðu á hvers vegna þú ert hérna. Við erum að spá fyrir spákonunni Siggu Kling og þú munt fá alla þá hjálp sem þú þarft. Þetta er alveg svo stórkostlega hjarta á mér. Og bara claim your power, bara taktu til valdi. I claim my power, my wealth and my health og and my happiness. Og ef necessary, þá verður bara eina bóti. Ef það þarf, þá stendur bara einu í þessu. Ef þú skilur mig. Svolítið furðulegt að segja þetta. Já. Ég er með bara eitt karmíst úr hinnu gamla að það er að fjölskyldan yfirgefur mig og það hefur gerst en ekki mínir afkomendur nei. en það kalla ég þá ekki fjölskyldu meðlimi út af þessu en þú verður þú verður ekkert ein lengi þetta er bara ef þú þarft þess já þá ger ég það og líka svona og kannski taka speysi í að þá vera bara stand alone en þetta verður ekki lengi og og kringumstæðinar eru bara einfaldlega reflection of your inner world það er bara himnaríkinu sem býr inn með mér akkurat. Og hérna og það er bara tími á breytingar á sjálfri þér ég finn það á sjálfri þér ég finn það og og leyfðu svona leyfðu endurvarpinu að hérna koma tilbaka til að breyta þér líka og high notes claim your bara claim your birthright ég er búin að vera að nota þessa orku sem þú ert að lesa að fyndið þetta er æðisleg spil æðisleg og hérna my birthright, my karma, my good karma I claim it og að þetta aðstæði þér þarf núnalega til að þitt full potential komi og að þú ert á leiðinni hvaða íslensku getur við notað yfir að kleima minnst það svo að kleima er ég veit alveg nokkurn veginn hvað það er mér finnst mér vantar orkuna yfir þá kleima er að sækja til sín sækja til mín en það er svo lág krefjast, það er gott hjá þér við ætlum að krefjast þess að fá gott karma fá karmað okkar það góða karma sem við eigum inni og krefjast heilsunar sem við eigum skilið, góðu heilsunar þetta er gott hjá þér og krefjast þess að krefjast þess að þetta aðstæði þér komið fram og leiði skipið það sé fremst hitt fylgi og það sé þetta að segja það bara þú geisha bara nú fyrir hvað heita þessu spil fyrir fólk að vita? Witch's Oracle The Witch's Oracle og mér finnst það svolítið skemmtileg ég er ekkert mikið þannig sem ég spila því ég er bara með auðvastokkin alltaf en ég er alls ekki mikið með spil en ég er með einhver spil eftir Miðild, Joe Holland og þau eru einföld að því eins og þú ert þarna
að skoða þetta eina spil og var svo mikið fólkið í því, svo ég segja mér finnst þessi líka einföld að þú þurfir ekki einhverja 3 vikur til þess að læra á það eins og tarot sem að ég, En hefur þú séð þarna animalspilin? Þau eru líka æðislega. já, Akkur kom ég ekki með þau? Mér finnst þau líka æðislega. ég kem bara aftur, part 2, Já, part 2. part 2 baby. Ég er að fara líka. Afsaki, veistu hver uppáhalds, veistu akkur ég byrjaði með podcast? Nei, Því ég fór í ykkur svona psychedelic meðferð og eftir það gæti ég ekki hlusta á Rása 1. Og svo var ég bara eitthvað, þú veist, skrolla í, þú veist, Spotify og sá þarna hæ. já, strákana, Bestir. já, en veistu að þú rópaði núna á það. Já, ég er og... Býta aðeins, ef þú færir núna og fengir þessi hylki og matarsóta og kemur ekki eins og fyrir af því að þetta setur jafnvægi yfir allt saman í maganum að þér. En ég er rópmiðill, sko. Já, ok, rópaði bara einhverju öðru út úr þér en rópinu. Nei, ég þarf að, þú veist, ég er, sko, að því Já, ég var að þetta spá þarna mér, fyrir. veistu það, Ég er rópmiðill, í alveg. þarna þegar þú ert að hreinsa Frá einhver Senel. til. Já. Jésús minn, já. Fórstu ekki til hennar, nudda Ég hef farið til einhver sem að rópaði og gargaði, veistu, í guðmi, ég var svo fein Nei, að hún var rópaði allan tíman, hún er bestu nuddar í heim og Já, tennur í, ég segi, hvað heitir hún? Hún heitir, Carmen? nei, það var hinn. Já, ég veit ekki hvernig er hann. Ég fór á Akureyri til einhver svona mann sem að, eða konu sem að, eitthvað svona, og mér fannst þetta svo óþægilegt að ég bara, Það var svo mikið naut. já, mér finnst þetta hræðilega Þetta óþægilegt. var nautið. Þetta rópu dæmi skilur að þú þurfa að Nauti er svo rópa. fyndi með líkamann. Nauti er svo fyndi með líkamann. Já, Sko, mamma mín er naut. hvenær er hann fætt? Hún er fædd 9. Já, ég elska fólk sem er fætt 9. maí. Hún er elska mamma mín. Hún Veistu ég bara, ég elska 9. maí. Í alveg. Já, það er svo stórmerkilegt fólk fætt þennan dag. Hvernig það heldur sér og músikinn og dansinn og eitthvað. Já, og bara, hún er það. Já, Hún er það, bara Já. músikdans, hún er bara fættur artisti. já, Ég er veistu ekki það. neitt með hana, sko. Nei, eða þú veist, og þú ert náttúrulega bara, þú veist, peð, ennþá. Og já, en peði getur tekið drottninguna, sko. Og, já, það er eitthvað svo magnað við 9. maí. Afi minn var 9. maí. Já. Og það eru hún Silla Pál sem að er geðveikt góður myndatökumaður, Kolbrún Pálína sem að er kannski ekki að gera það sem hún á að gera. Nei, ég veit það ekki, hún er einhver sölumaður bara, en hún er svo mikið snillingur, sko, og bara svona svo létt sé upptalið. Og líka vinur minn hann Þorsteinn sem er dáinn, hann var 9. maí. Ég vona að mamma horfur alltaf á þættina, sko. Hún verður glöð að heyra þetta. Og er þetta bara svona er þetta eitthvað auðvelt stúdíó? Ég var með Ertu að stúdíó pæla? heima hjá mér. Ég nenni ekki að hafa það heima hjá mér. Já, ok. Ég á svo mikið af afkomendum sem að, já, Hvað langar að fara að gera? Podcast? Akkur kemur ekki hinga? ég var alveg til í það, ég meina, Tölum við Gunnarsmára? já, Þú verður geggjur. það er auðvelt að heilla hann, tala bara góða íslensku og svona og slærðir og lær. Nei, en ég veit það ekki. Hann já, okkur sko ég er bara að því að Ég held að við getum náð góðu podcasti þó það væri bara alltaf við. já, ég veit það. Við erum svo svona óhindraðar týpur. Ég veit það. Já. Við erum Með hotn, með einhyrningshotn. Ég meina það er ekki þetta að toppa þetta. Hvað er, nei, í alvörunni, ég verð að segja vinkunum minni frá þess að þú sért líka með svona hot. Og það, eins og ég sagði ég við lækni, ég fer ekki mikið til læknis, þeir finna alltaf einhverja vitlisur svo það borgar sig ekki. Og ég sagði, hvað með þetta hotn hérna? Já, þetta er bara allt í lagi. Já, ok. Þetta kom Já, bara. ég veit það. Þitt og þetta er að stækka. Þetta er út af Já. pútsjónum. Já. Nei, eða eitthvað, ég man ekki hvað það heitir. Þetta er svona, Vistu þú vera með svo ótrúlega fallega dær? Þú getur spila alvörunni? píanó með þessar dær. takk. Rosalega langar og Takk. flottar dær. Takk. Heyrðu, óslega gaman að fá þig. Þú ætlar að koma Sömuleiðis gaman. aftur. Já. Það verður sjúklega gaman, Veistu, sko. ég held að Það var ég líka að minna svona að því ég er náttúrulega pínu bæld, þú veist, að því ég þekki þig ekki neitt og þú náttúrulega líka, þú veist, Já, ég er hætt að vera bæld. I'm 64. ég veit, ég er á breytingaskeiðin, ég hætti bara að vera bæld. Já, ég vona ég verði alltaf á breytingarskeiði.
Að breytast aðeins og blómstra meira. Mamma segir þessi best eftir 60. Ég er sammála henni, ég gef henni high five. Ok, gefum við mig high five. Já. Ok, ég á bara 10 ári þá. Æði. Heyrðu, Sigga, við erum búin að... Hasar með grimma og snar. 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 Mér finnst þetta ræðilegt súkkulaði, mér líður illa. Já. Já, þetta er frá Ameríku. Hasar með grimma og snar. Það er svo gaman að fara með... This is from America, it's poison. Nei. Hasar með grimma og Djóka. snar. Þú þarf sko ekki að borða þetta. Nei, ég myndi aldrei Hasar borða þetta. með grimma og Mér finnst snar. þetta svolítið gott. Mér er flöggust, sko. Í alvöru? Það segir mér það hendar ekki mínu systemi. Nei, ekki þín system. Nei. Þú þarf mér rjómasúkkulaði og svona. Nei, ég Eða elska. kannski bara ekki súkkulaði. Já, bara með piparmyntu. Viltu? Ég ætla að taka með mér Hvort viltu?